Við erum komin í Grundarfjörð, við ætlum að heimsækja hana Sólrúnu Halldórsdóttir, listakonu. Hún er að setja upp listaverk sem inniheldur 112 orð yfir veður og vind og við verðum alltaf að kynna okkur það fyrir sumarið, eiga nógu mörg og falleg orð yfir veðurbrigði. Dús, vissuðu það? Hægviðri, við höfum náttúrulega heyrt það, gráð, andi, andblær, ótrúlega fallegt og skemmtilegt verk. Við skulum taka Sólrúnu tali. Þú ert að setja saman hérna stór skemmtilegt og fallegt verk nöfn á veðri. Mér langar að byrja á þér. Hver er Sólrún? Sólrún er stúlka frá Grundarfirði sem flutti hérna fyrir 40 árum síðan en er nú komið með annan fótinn, meðal annars til að setja upp þetta listaverk. Og ég er næst yngst 8 systkina. Móðir mín er ennþá á lífi, Pálína Gísladóttir. Býr hérna á dvalarheimili sem er hérna fyrir aftan okkur. Og hún er nú kannski einn af meðhöfundum þessa verks. Hún var mikil íslensku kona og talaði mjög fjölbreytt tungumál. Hún var með bókabúð hérna í Grundarfirði á sínum tíma. Svo flytti ég erlendis í nám þegar ég er komin yfir tvítugt og þá fannst mér í týna íslenskunni. Þannig að þegar ég flytt svo aftur heim og þá er ég finnst mér ég vera orðin hálf málhöld. Svo var það fyrir 2,5 ári síðan á degi íslenska tungu sem er 16. nóvember á fæðingardegi Jónasar. Að þá heyri ég einhvers staðar utan að mér að það sé til yfir 120 orð yfir vind og veðurbrigði, eða það er vindur sem og ég fer að leita og finna alveg yfir 130 orð. En verkið sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur, þar ákvað ég að velja 112 orð yfir vind og veðurbrigði. Og ég vel 112 orð af því að við erum með 1-2 daginn og veðrið hefur náttúrulega haft fyrir okkur Íslendinga alltaf mikið að segja. Við hefum átt afkoma okkur undir því hvernig veðrið hefur verið og þannig að þess vegna tengi ég það við, vel út 112 orð. Og svo kom höfuðverkurinn, það er að hvernig við röðum þessum orðum upp í stigvaxandi vind. Við byrjum á blankalogni og förum upp í mjög hvasst veður, bara gjörningaveður. Og þar leitaði ég meðal annars til mömmu, Pálínu, og bróður hennar, Elís, sem dó fyrir ári síðan. Og fleiri, bæði bænda og fyrir norðan og fólks á dvalarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavoginum til þess að fá staðfest hvar þau eða hvernig tilfinning þeirra væri fyrir hvar í röðinni þetta orð ætti að lenda. Þú hefur búið erlendis og ég veit að þú varst að reka eða ekki verkfræðistofu, ert hagfræðingur. Það er svolítið gaman að þú sért komin í listina. Já, margir segja að þetta hafi nú verið alveg uppeyja en fyrir mig var það aldrei þannig. Það er mikið sköpun í hönnun í verkfræðinni. Ég er ekki verkfræðingur sjálf en ég rak og hef svona mikið haft gaman af sköpunarhlið verkfræðinnar og hún leggur kannski ekki alveg í augum uppi. En svo er ég menntaður stærðfræðingur og stærðfræðikennari. Þannig ég hef svona margan vinkilinn. Ég er móðir líka. Fékk nú alveg heilmikla hjálp frá verkfræðingunum við að burða þá sanna. Ég á nú bróðir sem er verkfræðingur líka og margir verkfræðingar í fjölskyldunni og eiginmaðurinn er það líka. Og hér er þetta listaverk komið, heim í Grundarfjörð, heim, af því að hér ertu alin upp og veðrið kallaði aftur til sín. Hér fær þetta að standa? Já, nú er þetta komið í þannig mynd að þetta er varanlegt. Þetta er bara gert úr harfið og grjóti og stáli. Og allt burðarþol á að þola. Náttúrulega það fjúki allavega ekki burtu. Áttu þér upp á þessu orð veður og vind? Góð spurning.
Já, Koppalogn kemur sterkt inn. Já, sko það er nú orð frá mömmu. Nei, það er nú alltaf voða gaman þegar það er dúnalogn. Dúnalogn er sko fjórða. Það er blankalogn, blæjalogn, stafalogn og dúnalogn. Já. Svo sá ég galdraveður. Það er alls konar skemmtileg, hérna rembingur, brimleysa og svo er alveg sér grundfyrst orð. Já, það vita náttúrulega allir grundfirðingar hvað það er og það er stóri sunnan. Hann er náttúrulega bara hér. En það segja menn að hér sé mest á lognið og það fari líka hraðast yfir hér. Svo er náttúrulega gaman að því hvar ég staðsett svo stóra sunnan því að það er náttúrulega bara mín tilfinning. Frekar og ofalega. Er þetta ekki kalt? Er þetta ekki orðið kalt í þessu viðtali? Sko, það er smá kul, já. Og ég er nú búin að spyrja nokkra sem hafa komið hérna í morgun að þó ekki sé langt liðið á daginn þegar við erum að spjalla saman núna, að þá eru menn eiginlega sammála að það sé svona smá næðingur. En svo er líka annað kannski með þetta verk sem að ég sjálf hef svolítið gaman af að þó við séum að tala um veður hérna, þá getur þessi lýsingar orðið eða þessi tilbrigði eins höfða til okkar mannfólksins. Það er stundum logn í kringum okkur, en stundum er líka mikið að gerast og meiri læti. Galdraveður. Það getur verið galdraveður kringum okkur. Já, vonandi ekki oft.